Í útjaðri þjóðgarðsins, langt inn á Vatnajökli, liggja Grímsvötn, umgirt þykkri hjarnbreiðu jökulsins. Þessar myndir voru teknar í Grímsvatnagosinu 1983. Íshellan yfir eldstöðinni hefur tekið að brotna og sprengigos hafið við samspil berg, kviku og jökulvatns. Svartar öskutrjónur rísa með ógnarhraða og aska, gosmöl og jakaflykki falla út á barm íshellunar. Öldum saman var vitað tilvist Grímsvatna, en nákvæmlega þeirra var ókunn uns þar gaus árið 1934. Jarðhitasvæðið í Grímsvötnum, það stærsta á jörðinni, bræðir geil í ísinn fyrir ofan og þar safnast fyrir mikill vatnsborði. Vatnsborðið undir ísnum rís uns vatnsmagnið nær að lyfta íshellunni, brýst fram á Skeiðarársand og veldur hlaupi í Skeiðará. Skammt vestan við Miðfellstind mikil meistarasmíð frá náttúrunnar hendi, Þumall. Hann rís 170 metra yfir umhverfi sitt. Fyrstir til að klífa hann voru 3 hjálparsveitarmenn úr Vestmannaeyjum árið 1975. Vestan í Skaftafellsfjöllum skaga 2 nes. Á milli þeirra eins konar vík og þar Norðurdalur. Skeiðarárjökull skríður fyrir Norðurdal og stíflar uppi leysingarvatn í dalnum. Þar hafa myndast 5 lón sem öðru hverju tæmast og valda minniháttar hlaupi í Skeiðará. Norðurdalur mjög afskekktur og þar leysir ísa seint, enda gæti sólar lítt vegna legu dalsins. Bergtegundir meðal annars líparít og blágrýti. Hér hafa eldgos aðalega orðið undir jökli. Við slíkar aðstæður verður bergkvika að ýmsum gerðum móbergs. Frá Norðurdal haldið yfir sprunginn jökulinn fyrir Færneseggjar til söðurs að Færnesi, en svo nefnist vestasti hluti Skaftafellsfjalla. Færneseggjar brattar og mosavaxnar og þar voru fyrrum tínd fjallagrös. Gífurlegar sprungur mynduðust í jöklinum við framrásans sumarið 1991. Jökullinn mátti heita sprunginn langleiðina frá Skeiðarársandi til Grímsvatna. Skeiðarárjökull skríður fyrir Færnesið á framrásinni niður Geysi breiðan dal. Fyrrum var gott haglendi í Færnesi. Nú þar óvíða mikill gróður, en hann eykst sumstaðar ofardregur. Þetta stafar af því að jökullinn hefur þynnst mjög og neðanverðahlíðarnar sem áður voru huldar jökli nú íslausar. Þessa sjást glöggt merki, til dæmis af fornum jökulröndum, 150 metrum hærra en jökullinn nær nú. Skeiðarárjökull stærsti daljökull Evrópu. Við höfum ferðast frá efstu mörkum hjarnsvæðis að Sporði, 70 km vegalengd, en að flatarmáli Skeiðarárjökull 1580 ferkílómetrar. Aðstæður á Skeiðarárjökli voru margt óvenjulegar sumarið 1991. Í upphafi árs tók sporður jökulsins að rísa og þegar kom fram á mitt sumar voru sum fjöll vestanhans sem alla jafna sjást úr austri hulin af jökulbungunni. Jökullinn ýtti á undan sér görðum og gríðarstór ísflykki féllu fram. Framskrið jökulsins tók kipp og vestast á sandinum skreið hann fram 1 kílómetra en 200 metra að austanverðu. Þegar jökullinn hegðar sér þannig sagt að hann hlaupi og gerðist það síðast árið 1929.
Skaftafellsheiðin hefur verið friðuð árabil og árangurinn greinilegur. Uppblástur hefur verið heftur og gömul rofabörð eru tekin að gróa. Samfelldur gróður nær upp í 700 metra hæð við rætur Kristínartinda. Sérstakir göngustígar beina fólki leið þjóðgarðinn sem annars léti fljótt á sjá vegna sívaxandi fjölda ferðamanna. Á Skaftafellsheiðinni má sjá mörg góð dæmi það hvernig náttúran græðir rofabarð. Torfustykki hafa losnað frá barðinu og lagst yfir moldina fyrir neðan. Smám saman hefur gróður náð yfirhöndinni og lokað sárinu. Þar sem allur jarðvegur fokinn burt hægfara jarðvegsmyndun hafin á ný. Fyrst með harðgerðum jurtum og í kjölfarið fylgja birki, víðir og annar gróður. Í þjóðgarðinum mjög góð aðstaða fyrir fjölskyldufólk og hægt að fara í lengri eða skemmri gönguferðir sem henta fólki á öllum aldri. Ein þekktasta perlan í þjóðgarðinum Svartifoss í Bæjargili. Margir leggja leið sína að fossinum enda liggja á honum góðir göngustígar. Áin sem myndar Svartafoss nefnist Stórilækur. Umgjörðin mynduð af reglulegum blágrýtisstuðlum sem ná í hálfhring fossinn. Jarðfræðingar telja bergið ungt, en aldursgreining þess hljóðar upp á 310.000 ár. Þá rann hraun niður Skaftafellsheiðina og fyllti gamlan árfarveg. Hraunið safnaðist fyrir í lægðinni og hraunkvikan storknaði afar hægt. Afleiðing þess var myndun mjög reglulegra stuðla þar sem nú Svartifoss. Neðst í Bæjargili rennur Stórilækur fram á sandinn, en þar skammt frá stóð hinn forni Skaftafellsbær aldir. Fyrir daga varnargarðana máttu bændur þola ágang Skeiðarár, sem að lokum leiddi til þess að bærinn var færður upp í heiðina á 19. öld. Framburður Skeiðarár var mikill, og sem dæmi má nefna að landið hækkaði 12 metra á árunum frá 1860 til 1960.
Í Bæjargili eru skilyrði gróðurstengar góð og fjölbreytni tegunda mikil. Þar getur einnig að líta fleiri fallega fossa. Við yfirgefum þjóðgarðinn að þessu sinni í kvöldsól og kyrrð þegar Öræfajökull skartar sínu fegursta.